Þetta er verkefni 12 í C-hlutanum í Word. Nú ætlum ég að fara í lið númer 3. Við blokkum texta og stillum inn dálka. Set ég textan hér frá nýársdagur og hingað. Ekki fyrirsögnina fyrir ofan og ekki fyrirsögnina fyrir neðan. Og við förum í paragraf og smellum hérna á tabs. Og ég ætla að stilla fyrsta dálkinn á 6,5 og það á að vera uppfyllimerki. Það er hérna á left og lítir númer 4 hérna. Og ég smelli á set til að festa dálkinn. Næsti dálkur er stilltur á 9,8 og hann er hægri stilltur. Smelli hér á set og síðasti dálkurinn er á 10,5 og hann er vinstri stilltur. Og síðan segi ég OK. Það er hérna uppfyllimerki og þið skulu hafa reglustikuna sýnilega. Ef hún er ekki sýnileg hjá okkur þá farið þið hérna í view og hakið við ruler. Þá sjáu þið reglustikuna. Og hérna er hægri stilling og vinstri stilling. Ég ætla að setja hægri stilt áherslunúmer á listan yfir dagana og bila á eftir 1 punkt. Setja hér þetta svæði í blokk, smelli hér á númeringuna. Eins og sjáu þá eru tölurnar vinstri stiltar. Til að fá þar hægri stiltar fer ég hér, define new number format og breyti left í right. Þá sjáu þið að það stenst á hérna 9 og 0 og svo framvegis. Og við ætlum að hafa bil á eftir 1 punkt. Þá farið þið hér í paragraf. Þið takið hakið af don't add space between paragraphs of the same style. Og hérna þurfum við að skrifa 1 pt og hér líka. Ef þið takið ekki hakið af don't add space between paragraphs of the same style, þá kemur bara bil á undan fyrsta liðnum og eftir síðasta liðnum. Ekki hérna á milli línana. Og ég segi OK. Og ég ætla að vista.